Þegar fólk fer út í að breyta gömlum húsum oft margar spurningar sem vakna. Hvernig á ég að gera þetta? Má ég þetta? Hvernig best að laga þessa glugga? Þeir ónýtir? Þarf að gera þetta? Þarf að gera hitt? En það ekki allir sem vita það að hérna á Árbæjarsafninu getið þið fengið ókeypis ráðgjöf. Þetta húsverndarstofa. Húsverndarstofa. Og hún rekin hérna á vegum Árbæjarsafns og húsafriðunarnefndar og Iðunnar sem fræðslusetur iðnaðarmanna. Við bara fjöllum hinn ýmsu mál, hvort sem að fólk að fara í venjulegt viðhald, einhverja viðbyggingar eða hvað sem þá reynum við bara að greiða úr og ráðleggja fólki. Ég held að flestir sem að kaupa gömul hús í dag, þeir gera sér að einhver leyti grein fyrir verðmætum sem að með í höndunum. Sko það sem við leggjum á, það náttúrulega aldur og slit. Að gamalt hús á ekkert að líta eins og nýtt. Og við leiðréttum það misskilning. Húsið má til dæmis gólfið mega nú aðeins halla, það er bara eðlilegt, en þau mega ekki vera að hallast meira. Það þarf að stoppa það alls. Við sjáum bara hérna sambland af nýju gólfi og gamlu, bara saman. Einhver hefði nú bara hreinsað út gamla gólfið og sett bara nýtt í allt saman? Já, það við einmitt mælum gegn því. Hérna erum við með svona sýnishorn, gluggajárn til dæmis og þess háttar. Og hérna hefum við til dæmis dæmi hvernig hægt að setja tvöfalt gler, þunnt gler í gamlan ramma. Svo hér dæmi hurðarhúna. En þessa hurðarhúna, þetta að fá þetta nýtt? Þetta allt til nýtt, allt þetta hérna. Gamalt hús á að halda sínum karakter og þar með sinni fegurð, sko. En auðvitað þarf að endurbæta sum hús. Og það kannski mikilvægast fyrir þægindi fólk sem býr í svona húsum, það að hafa opnan undir gluggum og hafa húsið vel vindtætt og gluggana þar með. Sumir vilja síðan færa hús í upprunalegt horf. Já, sko, við leggjum náttúrulega mikla áherslu á það þegar búið að eyðileggja húsið eins og við köllum, breyta gluggum, stinga út gömlum fögum og svona, að þá náttúrulega leggjum við áherslu á að færa það til upprunalegs horfs. Og þá á fólk möguleika til þess að fá styrki til þess, bæði frá Reykjavíkurborg og húsafriðunarnefnd til dæmis. Ef að hús friðað, þá hægt að sækja breytingar til húsafriðunarnefndar sem að gjarna veitir leyfi ef að breytingin í lagi. Friðun á húsi þýðir ekki að það með ekki gera eða breyta. Það misskilningur, sko. Þannig að gömul hús eiga að fá að vera áfram gömul og það í friði? Í sem mestum friði, já. Með sem minnstum breytingum. Ákveðnum endurbótum samt.